Já, komið sæl, það Rauða borðið hilsar. Við ætlum að byrja hérna með tveimur ágætismönnum, Aðalsteinn Hjartarson, fréttastjóri á Heimildinni og Sigmundur Árni Rúnarsson, margreyndur fjölmiðlamaður og alþingismaður. Já. Við erum báðir velkomnir. Takk. Heyrðu, það hérna verkalýðsarmur samfylkingarinnar. Er eitthvað ósáttur. Já. Þau vilja að ámefningakerfið opinberra starfsmanna verði áfram. Já. Eða endurvækið. Já, það er náttúrulega, sem betur fyrir er flokkurinn minn stór flokkur og breiður og það eru ýmsar skoðanir þar innan borðs og þetta mál er í eðli sínu viðkvæmt. Réttindi starfsfólks eru alltaf viðkvæm og eiga að vera og í þess tilviki vilja opinberir starfsmenn gjalda varhug við því að áminningarskyldan verði fjarlægð úr lögum um þetta starfsmannaumhverfi og það er algjörlega sjónarmið sem við þurfum að skoða í þinginu. Þetta mál er komið til þinglegrar meðferðar og ég var í morgun með fulltrúum fjármálaráðuneytisins í efnahags- og viðskiptanefnd sem komu fyrir hann og voru að svona leggja áherslu á sín sjónarmið hvað varðar þetta atriði og tína til að öll Norðurlöndin af Ísland hafa verið að taka til í þessum ranni og færa svona starfsmannalöggjöfina nær almenna markaðnum. Það er þeirra sjónarmið og við vitum það að launaþróun hins opinbera hefur verið í þeim takti að hún nálgast mjög, er komin alveg að almenna markaðnum og var undir honum með þeim formerkjum að opinberir starfsmenn hefðu betri lífeyrisréttindi, meira starfsöryggi og svo framvegis. Þannig að auðvitað á hverjum tíma hljóta menn að skoða þessi mál, þó þannig væri. Lögin eru frá 1996, það er á síðustu öld, þannig að það er búið að vera nokkur gangur í því að skoða þessi mál af hálfu fjármálaráðuneytisins og þetta þingmál er nú komið fram og sitt sýnist hverjum. Þannig ganga hlutinni bara fyrir sig í lýðræði samfélagi. Þegar ég las þetta frá þeim, sko, að þá bara nafngreinaði bara Kristrún Frostadóttir og hún verði að ná að setja smá svona brag samfylkingarinnar á stjórnarsamfélagi. Já. Þau tala eins og Viðreisn hafi bara náð samfylkingunni. Já. Sko, þetta er náttúrulega mál af hálfu Daða Más Kristóferssonar fjármála og efnahagsráðherra. Gylfi Þór, vinur okkar, Gíslason, lögreglumaður á Ísafirði og oddviti okkar þar og formaður verkalýðsmálaráðs samfylkingarinnar, hann sem sé eðli málsins samkvæmt og opinber starfsmaður talar fyrir sínu fólki og það er hans hlutverk og það er jafnframt hans hlutverk að vera svona ákveðið viðvörunarflagg innan flokksins þegar það kemur á verkalýðsmálum, þannig að hann er bara að gegna sínum skildum og ég ber bara virðingu fyrir því og þetta verður skoðað. Það eru sannarlega tvær hliðar á þessu máli og ég hef kynnst þeim báðum og þekki marga félaga mína til dæmis innan BSRB sem eru þeirra skoðunir að hér eigum að fara varlega vegna þess að hér erum réttindi fólks að ræða og hvað er í húfi? Jú, það er í húfi að ákveði valda jafnvægi milli yfirmanna og undirmanna því verið raskað. Almennir starfsmenn standi kannski best gjaldar en áður. Þannig að við eigum ekki að fara offari í þessu máli, við verum aðeins að vanda okkur og það er nú partur af starfi þingsins í þingnefndum, það er að vanda sig og fara ekki fram úr því sem á að heita meðalhóf og annað slíkt. Nei, þetta er svona, svo heitir fyrir okkur sem eldri erum að þá heitir maðurinn Gylfi Þór Gíslason sem er mjög þekkt nafn stjórnmálasögunni. Já, einn af mínum uppáhaldsstjórnmálum frá því ég var gutti á Akureyri. Já. Vegna þess að Gylfi Þór Gíslason eldri, hann breytti bara svo miklu í landinu. Já, hann sagði mér sjálfstæðismaður, sko, sem að bjó hérna á Högunum og þegar hann var krakki að þá genguðu stundum með fram ægisíðinni Gylfi Þór og er ekki Guðrún Vilmunardóttir, konar þess? Guðrún Vilmunardóttir. Já. Og hérna mætti ykkur og tók Gylfi svona hattin ofan og svo var bara sagt í krakkarinn, doktor Gylfi er hérna. Það þótti bara merkilegt að hann gengi svona bara á sömu gangsettum og fólkið og þetta, doktor Gylfi! En Gylfi Þór Gíslason á Ísafirði er yfirlögregluþjónn. Herðu, en hérna, sko ég var að tala við Guðrúnu Hafsteinsdóttur í sunnudagstættinum okkar strókar og þá var hún nestuð úr hérna stjórnmála á líktun
flokksráðs, já, og það kom ýmislegt fram og fyrir okkur svona blaðamenn ég byrja strax að spyrja sölu ríkisegna og hún vill selja Leifsstöð eða Flugstöðina og Landsbankann og jafnvel Landsvirkjun þá eingöngu til lífeyrissjóða sem get ekki selta út frá sér nema bara lífeyrissjóðir sín á milli. Þú búin að hlusta á Sigmund útskýra en hvað finnst þér? Já, mér finnst þetta mjög áhægt að hlusta á það sem við vorum að tala um áminningarskylduna ég held að sé áhægt að sjá hvernig samfélkingin er að fjarlægast sínar svona rætur, sögulega rætur í svona verkalýðsstéttinni þetta ekki svona við skulum sjá til síðasta sem þið geti kliftað þar ef þið fari gegn ríkisstjórnarflokkur. Við erum verkalýðsmannaflokkur. Já, ok. Og við skulum spyrja leikslugum. Já, það verður flótt að fylgst með. Sjálfstæðisflokkurinn er hins vegar að fara tilbaka í dálítið svona, gamalkunna pólitík á hægrivagnum að selja ríkisegnir. Ég man ekki betur heldur en þetta hafi komið til tals í síðustu ríkisstjórn. Bjarni Benediktsson sýndi því áhuga þegar hann var fjármálaráðherra að selja Flugstöðina. Undir þeim formerkjum að ríkið ekki verið í áhætturekstri og sjáum hversu áhættusamur þessi rekstur hefur verið undanfarin ár að reka eina alvöru alþjóðaflugvöllinn á þessu eylandi. Ég held að sé ástæða til að staldra við og spurja hver er tilgangur með því að selja Landsvirkjun ef að þá binda þetta í höndunum á lífeyrissjóðum já, það er ekki svona það er ekki mikið einkaframtaki í því að lífeyrissjóðir megi einir eitthvað þeir eru nú eitthvað skona ríki í ríkinu en svo framhaldinu fengi þeir náttúrulega arð sem að Landsvirkjun er að skila mjög góður í niðurstöðu ár eftir ár. En þetta er svo sem líka breyting frá því sem að fyrri formaður Sjálfstæðisflokksins sem talaði um að stofna þjóðarsjóð með einmitt tekjum og arðgreiðslum orkufyrirtækja sem náttúrulega er að langstærstu leyti í Landsvirkjun. Og búa til eitthvað svona áfalla og viðnámssjóð sem að væntanlega fyrirmyndur úr Noregi sem að ég heldur að sé bara afbragðsfín hugmynd að eiga eitthvað varasjóð. Við eigum náttúrulega gjaldeyri sem var að fóra Seðlabankan sem er ævintýrlega stór. Já, við erum ekki að fara í innspýtingu við erum ekki að fara að byggja brýr og virkjanir fyrir þann pening, Já, Sjálfstæðisflokkurinn vill það bara einkaframkvæmdir og svo rukkast bara svipað var með Hvalfjarðargöngin. Já, er ekki samfélkingin líka að búa eitthvað slíkt? Var ekki að lesa að setja veggjöld á Reykjanesbraut? Nei, það var náttúrulega bara einhver kjaftasaga sem var plantað í umræðina en við erum náttúrulega stofna innviðafélag sem mun annast ýmsar stóra framkvæmdir. En það á þess að vera bara ríkisfyrirtæki? Það er bara opinbert fyrirtæki sem mun rukka síðan fyrir notkun á viðkomandi mannvirkjum, Ölfusárbrú ný til dæmis. Sundabraut er þetta bara mjög stór dæmi og reynslan af Hvalfjarðargöngum er mjög góð svona í minningunni mann maður alltaf eftir að hafa borgað þó maður hafa alltaf gert það og gjöldin voru mjög að mínu viti svona fyrir almenning eins og okkur bara hófleg og síðan kláraðist þetta á 20 árum pluss þannig ég hef talað fyrir því að fara þessar leiði í ríkari mæli ella höfum við ekki efni á því svo glatt að viðhalda vegum og láta fjármuni í nýframkvæmdir. Er það samt ekki bara þegar við erum með stjórnmálastétt sem ekki kann að fara með peninga? Já, það kann líka vera. Við höfum alveg geta gert þetta sögulega. Já, og en enga síður, við erum náttúrulega með vegi og brýr sem eru komnar að þolmörkum og ég nefnir bara eitt dæmi að því ég er Akureyringur. Leiðin milli Akureyrar og Húsavíkur er mjög mikið farin, eðli máls og samkvæmt þetta er eitt atvinnusvæði og komin Vaðlaheiðargöng en brúin yfir Skjálfandafljót á milli Akureyrar og Reykjavíkur hún verður 100 ára eftir örfá ár nána tiltekið 2030 hún er svona mikil brú einbreið brú sem hangir á línni þetta er bara dæmi þessar einbröðu brýra á þjóðvegi landsins sem eru að verða 100 ára Þetta er ótrúlegt Þetta er ótrúlegt
og við erum langt á Þetta eftir gaf þjóðin fyrir 100 árum. Já, Áttu hvorki til lífsni skeiða, sko. En komum upp brú. En við getum þetta ekki í dag. Nei, svo kemur það. Já. Við erum að stofna eitthvað sérstætt félag. Og þetta náttúrulega er sko svona þjónusta ríkisins öðruvísi og meiri í dag heldur hún var fyrir 150 árum og náttúrulega sko lítur hérna allt öðrum lögmálum heldur en var þegar við vorum ungir menn og feður okkur og maður. En þess vegna hefur þetta verið alveg ótrúlegt átak fyrir 100 árum að gera þessa löngu brú. Já, heldur betur. En hvað var það Landsvirkjun og hérna og þau fyrirtæki, sko Landsvirkjun er mínu viti afskaplega vel rekið ríkisfyrirtæki með miklum sóma. Hörður Arnarsson hefur gert sko lyft grettistakki í rekstri þessa glæsilega fyrirtækis og ég sé enga ástæð til að selja þetta fyrirtæki sem skapar mikinn arð fyrir ríkissjóð og við þurfum líka að hafa í huga að Landsvirkjun umgengst náttúruperluna Ísland. Vilt þú koma verkefni Landsvirkjunar til einkaaðila sem höndla með náttúruparadísna Ísland? Ég segi nei. Væntanlega það samt ennþá í höndum eins og opinbera valds að ákveða hvar og hvenær má virkja og annað. En tökum eftir því að hvernig Landsvirkjun gengur eftir sig. Það er með miklum sóma. Ég er mikill fjallamöður og búin að fara öll þessi virkjunarsvæði mörgum sinnum. Upp á Vesturöðum og Kárahnjúkum og hérna náttúrulega upp með Þjórsánni og víðar. Snyrtimennskan er til algerar fyrirmyndar. Myndum við treysta einkaaðilum til þess að ganga svona náttúruna? Ég segi nei. Nei. Ég er ekki fullt af einkaaðilum sem eru snyrtilegir. Þú veist, það er ekki svo. Sjáiði bílastæðin sem einkaaðilar að reka núna hist og her. Þetta er stór líti á náttúrunni. Kerið er búið að vera lengi svona í hérna einkaeign og kostaðinn. Ég get bara nefnt sko bílastæði við Kirkjufell og bílastæði við Fjaðrárgil. Þetta er stórkostlega, þetta er bara svona rumpað upp. Já, en það er kannski ekki alveg hægt að sko bera það saman að koma upp bílastæði eða ráðast í sko 20 milljarða virkjanaframkvæmdir. Þetta er aðeins annar hópur með aðra forsendur og aðra kröfur sem við gerum til það. Ég er bara óttast að einkaaðilar fari ekki jafn vel landið og ríkisfyrirtæki sem lúta öðrum lögmálum. Þess vegna gildi ég varhutum við vindorkuverum einkafyrirtækja, vindorkuverum útlendinga sem á að teppalegja hér yfir landi og hugsanlega inn á sko miðhálendi sem mér finnst ekki komið til greina. Við ráðum því svolítið. Já. En það er hérna pólitíkin, hún er ekkert þetta núna. Nei. Lítið umhverfismál. Þið eru með það málaflokkssamflíkin. Það var ekki að tala við alltaf sem þingmann. Nei, bara gamla fréttamann. Já, ég var að segja að þetta svona hjá sjálfstæðisflokknum, þá þetta þessi við myndum byrja að spyrja það eru þessar sölu ríkisegna. Já. En svo líka mikið linkaveik allstaðar, það er alveg bara út allt í stjórnmálalögtinni. Það er bara allstaðar. Að hérna þeir vilja gera mikið fyrir hérna einkaaðilna en svo er að staða sjálfstæðisflokksins Þetta er náttúrulega mjög sko, gaman að vera í þeirri stöðu sem að blaðamenn eru í dag að vera á fremsta bekk að fylgjast með því að sko, þessi gamli valdaflokkur er einhvern veginn að svona endur fókusera, fara tilbaka í eitthvað gildi, reyna að finna eitthvað tilganga þegar hann er búin að algjörlega tapa sko, stjórn á umræðinni, á þessum gömlu klassísku málflokkum sem hann hefur haldið utanum, tala kannski útlendingamálin sem að miðflokkurinn hefur sko, algjörlega tekið og einhverju leyti samfélkingin með Kristrúnu Frosta og hvernig hún breytti nálgun samfélkingarinnar þar. Svo erum við komið bara með sko svona hægri flokk í Viðreisn sem að tala hægri hagstjórn og eru með fjármálaráðherra núna í sko, það Sigurður Ingi var nú fjármálaráðherra einhvern smá tíma og Steingrímur í vinstri stjórninni en annars hefur þetta nú alltaf verið sjálfstæðisflokkur sem hefur farið fyrir þessu sko og við erum að sjá eitthvað gerjun í sjálfstæðisflokknum sem hefur ekkert átt sér stað sko og ég er reyndar ef maður ætlar að spá eitthvað fram í tímana þá held ég að þetta verði ekkert mjög lengi flokkurinn Guðrúnar Hafsteinsdóttur sko
Þetta hún stjórnandinn sem að stýrir því að það verður að finna taktinu upp á nýtt og svo þurfum við að skerpa á öllum sínum áherslum. Heldur henni verður fórnað? Ég held bara að sér þetta bara í rekstri fyrirtækja. Það er eitthvað hrikalt sem gerist. Við vorum að tala um orkufyrirtækin, ef við skoðum orkuveituna eftir hrun, þá fengin inn einhver svona breytingastjórnun, það verður að skerpa línur og svo fengið stjórnandi til framtíðar. Og ég veldi í fyrir mér að þessi atvinnulífsflokkur, hann hlýtur að horfa til atvinnulífsins og sjá hvernig það er gert. Og hún er ekki ná að samina flokkin að baki sér. Ég held að það sjáu það allir sem að horfa á. Þetta er náttúrulega vann með bara sjónarmun. Vann með sjónarmun og fylgi hefur ekki verið að skila sér og þau þurfa að finna taktin og finna tónin og það er bara gaman að vera blaðamaður í þannig umhverfi þar sem er eitthvað gerjun í gangi. Þetta sé ekki gaman fyrir þau. Já, hún heldur fundi og lögadagsmótum, hún ætlar að bjóða mér ekkert mann, ég hlakka til. Já. Ég taka því með. Já, ég kem með. Já, mér finnst svo maður einfaldi hlutina, mér finnst bara vanta gleðina í Sjálfstæðisflokknum. Já, mér finnst, já. Og sjálfstraustið. Sjálfstraustið er farið og flokkurinn er bara á fullu að leita sér að málefnum og búin að elta miðflokkin og hefur á vissuleyti fallið í skuggan af miðflokknum, rétt eins og Framsóknarflokkurinn sem hefur ekki séð neina ástæðu til að búa til neina sérstöðu fyrir sig í stjórnarandstöðu. Hann er bara einfaldlega í skugganum af miðflokknum og ég vil að verja formann miðflokksins og málflutning miðflokksins sem er alveg ótrúlega málflutningur að hálfu gamla og góða Framsóknarflokksins. Þannig að þetta er skrítin staða og auðvitað náttúrulega hafa stjórnmálaskýrendur oft minnst á það að Sjálfstæðisflokkurinn hafi svolítið klemst á milli Viðreisnar og miðflokksins og svona tapað sérstöðu sinni og eins og Aðalsteinn segir svona dagskrárvaldinu í íslenskri pólitík en það sem mér hefur fundist vanta kannski allt fram á síðustu helgi er að flokkurinn komið með eitthvað frumkvæði einhverja pólitíska sýn til frambúðar en svo má líka gera grína og segja að Sjálfstæðisflokkurinn vil ekki lækka skatta umtalsvert nema þegar hann komin í stjórnarandstöðu. Já, það er náttúrulega það sem er áhugavert og það er það sem er svona athyglisvert að fylgjast með eins og miðflokknum sem hefur ekki verið í ríkisstjórn og þegar miðflokkurinn boðar lægri skatta eða harðari útlendingastefnu eða eitthvað, þá er ekki hægt að fara tilbaka í sögun og segja, já, þú varst við völd. Það er eins og það er hægt með Sjálfstæðisflokki og benda á bara, þið eru nýkomin út úr ríkisstjórnarsamstarfi. Það hefur nú eiginlega bara ekki liðið nema í mestalega eitt kjörtímabil þar sem þið eru utan ríkisstjórnar. 80% við völd frá lýðveldisstofnun. Akkurat, og þannig að það er svona erfitt að vera eitthvað breytingaafl og boða lægri skatta og eitthvað svona stórfellda breytingar miklu auðveldara fyrir miðflokkin. En Sjálfstæðisflokkurinn hann kaus að vera í vinstristjórn í 7 ár. Já, það finnum bara eftir hvernig horfur á það. VG kaus að vera í hægri stjórn í 7 ár og er ekki bara Framsóknarflokkurinn svo einu sem var á réttum stað, bara mitt á milli. Bjarni var þyngsti maðurinn í því stjórnarsamstarfi. Já, en þegar að flokkur sem telur sig vera hægri flokkur, sígildur klassískur hægri flokkur, velur sér skjól að vinstrisinnaðasta flokki Alþingis, þá veit hann afleiðingarnar. Það var stoppað fyrir allt. Hann varðan á völdum. Já, og en kaus sér þetta hlutskipt og það er hans kosning. Það átti ekki aðra leið, Nei. Við teikum bílið fyrir að ganga. Já, afleiðingarnar voru náttúrulega töluvert meiri fyrir vinstrið, heldur en fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Já, það er refsingin þyngst, Já, og nú er náttúrulega ekkert vinstri á þingi lengur. Nei, það vantar það. Já, og svo er líka það er annað að gera að mínu veit ég hvort að Aðalsteinn er sammálaði að ég er alinn upp við stóran Sjálfstæðisflokk, þú sömuleiðis Sigurjón, sem var að mörguleyti hið milda afl og réð náttúrulega einu og öllu, gerði það við samfélagi sem hún sýndist en núna er og á sama tíma voru vinstriflokkarnir alveg í tætlum og óeiningin innan vinstrimanna var bara varla fréttaefni, hún var svo sjálfsögð. Núna hefur það snúist við. Nú er það hægrið sem er alltaf klofna.
í Sjálfstæðisflokk, Miðflokk, Viðreisn og núna hvað okkar borg núna að bjóða fram í Reykjavík sem svona að mínu viti útlendinga andúðarflokkur og stendur fyrir það eitt málefni. Ég meina, það mjög þekkt að svona flokka verið til í það í Evrópu og ég hef nú ekki vonað því að þessi flokkur muni gera neitt skrautlegar atrinu að völdum í Reykjavík en enga síður. Þannig erum við sko strax til dæmis í sveitarstjórnarkosningunum í Reykjavík konum við 4 hægri flokka, hugsanlega fleiri. Já. En ég verið að segja sko til þess sem í Guðrún Hafsteinsdóttur sem formaður Sjálfstæðisflokksins, mér finnst hún koma oft upp í ræðustól Alþingis. Mér finnst að formaðurinn eigi ekki að fara út með ruslið. Já. Hún á svona vera að vanda sína innkomun mjög mikið. Og mér finnst hún koma oft sko hneykslu og reið. Og það ekkert endilega það sem... Já, ég ekkert endilega það, heldur bara sko... Það ekkert endilega það sem sko... Sem voru formenn undaninni, þeir voru ekkert í þessu sko að koma upp í... Ég held að þið séu stórlega ofmeta ræðustóla Alþingi sko. Ég bara... Það er enginn að við... Við að horfa á það. Að horfa á það. Það er bara enginn að pæla þessu. Og ég í honum. Og svo... Já, ég er hvort sem það þingið eða plana sko. Ég er nú svolítið samanlega sko. Ég held að svona líðan flokkana verði til... sko ekkert endilega innan þings, heldur líka utan þings. Já, og sko sama með borgarstjórn, sko, ég meina, horfið þú ekkert á borgarstjórnafundi? Nei, ég þarf að gera það. Og það er bara ævintýralega vond upplýsing og það er bara verið að svona tilgerða reiði og svona móðgast yfir einhverju formi sem skiptir nákvæmlega engum og ég held að þetta sé sko stór þáttur í því hvað traust lítið á stjórnmálstéttina. Og mér brá Sigurjón og aðstæð þegar ég kom öðru sinna inn á þing eftir 12 ára hlé, var á þingi 2009-2013, þá fannst mér þingi vera í föstum íhaldsumum skorðum og ofboðslega ófyrirsjöðu vinnustöður, það var alltaf eitthvað uppnám í gangi. Þetta voru náttúrulega, við vorum í miðju hruni þá, þannig að það var náttúrulega einstakur tími. Það var dálítið í gangi. Já, það var einstakur tími, en í rauninu hefur ekkert breyst að forminu til á þessum 12 árum, þannig að menn er rauninu ennþá að rífast sama formið. Og hugsaðu ykkur, að eyða tíma þings í eitthvað form. Sko, skandinavísku þingin eru allt annara náttúru, þau takast á í þingnefndum og koma svo inn í þingsal með reisn og sína bestu hliðar meðan að við komum inn í sal og sínum okkar verstu hliðar og teljum að það sé flokknum okkar til framdráttar. Já, mér finnst að því ég nú búin að fylgjast lengi með þessu, var þingfréttamaður sínu tíma og þannig að ég er svolítið húgt á þessu, en þá finnst mér Jens Garðar Helgason, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, bara sko, hvernig hann í ræðustólnum, hann er alltaf reiður og sviflar handleggum til og frá sko og alltaf reiður og ég held að svona formar og varaformar þeir eru að senda tindátana í það sko, ekki vera sjálfur að gera sér skotmörk Já, ég svo sem ekki eitthvað afkennandi skoðun að því sko en ég bara mætti bara allir draga úr reiðinni sko stjórn og stjórnarandstaða þú veist, þetta er ekki málefnum til framdráttar og það er ýmislegt sem það er að laga, það er ýmislegt sem það er að gera og það gerist best með því að spjalla þeim saman. En þú veist, er þetta form ekki bara alltaf, komur að segja, gamaldags og þreytt þetta ræðupúlt og fara inn í sal sem alla jafna virðist nú vera tómur horfir í hináttina sko, að messa, þetta er ekki svona samtals- og samráðspólitík. Sko. Þá er að tala til okkar bara, sem erum að horfa. Bara til að útskýra salin, sko, í dag var til með Jóhann Páll Jóhannsson, málaráðherra og umhverfis og loftslagsráðherra að leggja fram sko frumvarp sitt vindorkuna, þá sko sú nefnd umhverfissamgöngunefnd til staðar í þingsal af því það er hún sem á fjallum þetta. Akkurat, þannig að hún getur endurtekið allt sem hún sagði á fundunum fyrir daginn eða síðustu vikur. Sko. Hún alltaf þetta til þess að ávarpa þingið og takast aðeins á svona milli þingmenn og stjórnarandstöðu. En sko aðra nefndir eru kannski bara í annarri vinnu á sama tíma, þannig að það er nú ástæðan fyrir að salurinn oft og tíðum mannfár. En sko ég hef oft talað fyrir því bæði sem blaðamaður og fréttamaður og ritstjóri og hvað alls sem hann heitir og stjórnmálamaður
að mér finnst við oft misskilja stjórnmálin. Sko, þau eiga í lýðræði samfélagi að vera ólík og eiga feli sér skoðanaskipti. Og skoðanaskipti miklu frekar en einhverja reiði vegna þess að sko ég vakni ekki á morgnana og segi rosalega skal ég vera reiðu við sjálfstæðismenn, rosalega skal ég vera reiðu við miðflokksmenn. Býtu, í enda dagsins hafa þið bara aðra skoðun en ég sem það fullkomlega heilbriðasta í sko lýðræði samfélag og við eigum og akkurat núna, ég veit að Aðalsteinn kannski er sammála mér, að við verðum að sko varðveita þetta gildi lýðræðisins og þar að meðal í fjölmiðlum. Já. Svo er náttúrulega líka áhugavert að sko, ég hef náttúrulega ekki aldrei starfað á þingi og fæ nú aldrei að koma þarna nema að setja á mig eitthvað svaka merkimiða og annað Þú endar á þingi? Nei, guð mig annað og fæ nú ekki aðgengi að þessum bakherbyggjum þar sem þið eruð að vinna vinnuna og eiga skoðunarskipti. En mér heyrist nú almennt flesti þingmenn vera síðan þokkalegi mátar svona, eftir fundi. Sko. Það viðhorf mætti nú alveg komast lengra. Sko. Og einmitt þó að fólk sé ósammála, hafi aðra pólitík kosi til að tala fyrir ákveðnum hagsmunum og ákveðnum svona lífsskoðunum. Og ég til dæmis get nefnt það sko í mínum þingnefndum báðum ég er í stjórnskipun eftirlitsnefnd og efnahags- og viðskiptanefnd að í þeim nefndum báðum hefur sko allur mannskapurinn komist að sameiginlega niðurstöðu oftar en einu sinni og það náttúrulega verður síður frétt heldur en hitt sem sko má stækka letrið í fyrirsögninni Já, ég er ekki til svo því og ekki þú heldur. Nei, það er bara, sko, þú þarft hvort er að vera að velja og hafna. Já. Og fréttir snúast líka það sem að gengur ekki og er ekki eins og við ætlumst til að sé. Nákvæmlega. Þegar þú stendur við þitt, þegar þú gerir það sem þú átt að gera, þá er það normið, það er það sem við viljum. Fréttamiðlar, þess vegna er sko hugmyndin svona yfirlýstar jákvæðar fréttir svo skrítið, sko, þegar fréttir er í eðli sínu það sem að afla fer, sko. Eða er svona, það getur líka verið jákvætt út fyrir það sem við búumst við eða reknum með, sko. Það er mikið rétt. Sem minnir á að Óli heitinn Tíners var alltaf með sko svona fallegar lokafréttir í fréttimannum hjá okkur, yfirleitt dýramyndir af pandum og einu tilviki snákum manni eftir. Og beint og eftir fréttímanum að yfirdýralæknir kominn og Edda Andrésdóttir las fréttinu um snákinn og endaði fréttalesturinn á því segja og talandi snáka hingaði kominn yfirdýralæknir. Já, akkurat. Þetta er svona eitt af atvikum sem maður getur hlegið að í endurlitinu. Það var ekki gaman akkurat í einhvern ímyndaði mér. Það er nú þannig, þingið er náttúrulega frétta uppspretta. Já. Þar erum við að breyta samfélaginu, oft til góðs og stundum síður. Þegar ég var þingfréttamaður, þá var það nefnilega svona tölvugræður, sko. Og þegar komið fram, sko, fyrirspurnir, að þá leitaði ég, sko, til þess þingmann sem var að leggja kannski fyrir fyrirspurn. Af hverju þetta að þessu? Og þá kemur það er bara alveg eitthvað. Og sko, þar kemur frétt, sko. Þannig að maður reynda að skúpa spurningunni. Ég get til mér nefnt eina frétt sem Aðalsteinn notfært sér. Ég spurði sko heilbrigðisráðherra erlent vinnuafl og þróun þess á heilbrigðisstofnunum Íslands yfir ákveðin tíma og ástæðan fyrir ég spyr að þessu er að sko við þurfum á þessu fólki að halda og svarið er augljóst frétt það hversu mikilvægur þessi mannskapur orðin í heilbrigðisþjónustunni og við vitum alveg hvernig þróunum verður við Íslendingar eignumst alltaf færa og færi börn við eldumst alltaf meira og núna er sko þessi stóra barna búm kynslóð að verða að ellilífeyrisþegum og þar lendir sko þurfum við að manna allar heilbrigðisstofnanir og hvaðan haldið að sá mannskap komi og sko pólitíska umræðan í dag er að við að gelda hjá sumum flokkum að við að gelda varhug við þessu fólki, við að stemma stigu við innflutningi þessa vinnuafls og svo framvegis. Afleiðingin getur bara verið ein, það er hrun í heilbrigðisþjónustu. Og þessna bar ég þessa spurningu fram til heilbrigðisráðherra, er búin að fá svarið mjög greinar gott og það sýnir alveg nýja mynd af Íslandi og sanna mynd sko. Ég var það var umræða daginn að þeir sem störfu sem læknar að þeir erlendir að þeir eru að kunna íslensku
Og ég fór einu sinni, eitthvað svona að hjá mér, reyndist nú alveg fáránlegt, sko, en ég var rannsakaður og enginn fann neitt út úr þessu. Ég var svo, misti máttin alltaf í hægri fótlegg. Bara alveg fáránlegur, sko, og ég var búinn að fara hingað og þangað. Svo ég í skoðun og þá kemur læknirinn og ég man ekki betur en að vera frá Búlgaríu. Og við töluðum saman á ensku. Ég spurði hann, hvað, ertu frá Spáni? Þá sagði hann, nei, ég er Búlgari en ég lærði læknisfræði á Spáni. Þannig að það hafði, sko, svona spánskar hreim. Og það var sem var að ég satt svo mikið með krosslaða fætur undir borðinu þegar ég var að vinna að ég drap niður, sko. Svo sagði hann að ég ætti bara að halla mér aftur á bak og renna fótunum undir bara svo vinnir ég á sjálfu þeir. Já, ég geri það. Já, hvað? Ekki taka mark á þess að ég sitja með beint bak bara. Fara bara rækjustillinguna, en aldrei krossleggja fætur. Er það málið? Já. Hér erum við að læra eitthvað nýtt, síðan. Já, og þetta var búlgarskóla. Og var ekki bara einn mætasti maður? Já, alveg fínn maður, bara gaman á hann. Hann ló mikið að þessu, sko. En í svarinu kemur ég fram að, sko, heilbrigðis fyrirtækin, þessi opinberu eru mjög áfram að kenna starfsfólkinu íslensku. Já, en ég segi til dæmis, eftir mann hljóti að þurfa, ef að manna fallari, að taka ykkur inn sem að tala ensku eða ef Íslendingur tristi sér ekki að tala við lækni á ensku þá bara fá dúlk. Já, það er minnstamál. Er það ekki? Jú. Herðu, hvað er í fréttum, strókar? Hann hafði pólitíkin. Hún er alveg fastir í pólitíkin. Óveðrið? Óveðrið, já, viltu tala um það? Snjórinn, hann kemur og svo fer hann. Já, en ekki hérna hjá okkur. Þetta er sennilega skrýtnasti vetur sem margur maðurinn hefur lifað. Það kom í október. Já, vegna þess að sko hausti var það ljúfasta sem maður þekkir og sko til marks um sturlunina er að klukkan 11 á aðfangadagskvöld var 18,9 stigi hiti á Seyðisfirði. Klukkan 11 á aðfangadagskvöldi. Svo kom janúar og febrúar á þess að menn yrðu varið við þá. Það var svo milt veður. Mars svíkur eins var aldrei. Og áhlaupið kom og það sem ég finnst eins og sko áhugavert við þetta veðurfar og er ánægður með er að Vegagerðin er bara byrjað að loka heiðum. Það sko samt búin að vera fréttir að vandræðum á fjallvegum. Já. En stundum eru strákar bara vegir lokaðir. Þeir eru ófærir. Og við hefum ekki verið að hleypa fólki á minnstu fólksbílunum upp á þessar vegi og koma sér í tómvandræði. En er það að því að veðrið er verra eða veginir verri eða við erum með fleiri óvana ökumenn? Veginir eru örgulega verri. Það var bara einhver frá Vegagerðinni. Svo að talið til þess vegin, já Vegagerðin á Vesturlandi. Hann var að segja veginni sjálfur, grunnurinn að þessu, hann bara var 30-40 ára gamall, þetta er bara þolir ekki hlaðin bíl með aftæðinivagn með fullan lögsum til að fara Keflavíkurflugvöll. Það bara, veginir er ekki byggðir fyrir það og voru aldrei og aukjörðir orðnir æva gamlir. Þetta er bara spurning um eitthvað stórt óhæg. Og með þess að bara þessir almennu vegir til mig á Vestfjörðum og hingað suður, náttúrulega gríðalegu fiskflutningur á þessum vegum og ég vil bara undirlagið þolir þetta ekki. Hvað þá slitlagið? Já. Það var nú slitlagið þau tókuð af í dölunum. Fóru bara út með haka og tókuð bara, þetta var á rónýtt. Breyttu sér bara í malaveg. Ég er hins vegar sammála því sem Aðalsteinn kom inn á í byrjun þáttarins og þú líka Sigurjón, það er náttúrulega með ólíkindum að Íslendingar árið 2026 kunni alltaf lengur að leggja vegi og hafi alltaf efnaði heldur. Þessi ein ríkasta þjóð í heimi. Þannig að kannski höfum við á síðustu árum og áratugum bara forgangsraðað í þá einhver sem hefði betur mátt geyma. Það er búið að tala um innviða skuldi til mörg ár á þess að hún sé greitt. Við erum alltaf vísum búin að núna að leggja fram allmarga milljarða til viðbótar í viðhald og vetrarþjónustu, þannig að við erum aðeins að skríða tilbaka með þetta en betur má við dögaskál. Það er mikið verk óunnið.
algjörlega. Já, en þetta innviðafélag, það á að taka á þessu? Já, og það á sem sé að reyna bara og vera sjálfbært og standa undir sér og sinna þessum stóru framkvæmdum og ég held að sko, við erum að hafa í huga að við getum gert svo margt það sem eru valkostur. Til og með Sundabraut þú hefur þá alltaf valkostin að fara í gegnum Mosfellssveitina ef þú tímir ekki að borga. Sama gerist í Ölfusi að þú hefur kost á að fara og greiða yfir nýju brúna en fara jafnframt hina leiðina gömlu, yfir gömlu Ölfusárbrúna við Selfoss. Þannig að, og sem má segja reyna að segja Vaðlaheiðargöng, þá kemst Víkurskarðið ennþá og svo framvegis. En við munum aldrei geta gert þetta í sko svona fámennustu byggðarlögunum. Til dæmis held ég að fljótagöng milli Siglufjarðar og Fljóta verði að vera ókeypis af því að það engin annar kostur reynir. Almenningarnir að hrynja í sjó fram og munir hrynja núna bara næstu dögum eða vikum eða missurum og einn hættulegsta vegur landsins. Sko Héðinsfjörðin. Siglfirðingar komast alltaf gegnum Héðinsfjarðargöngin. Já, og tilbaka sko, tilbaka. Og en ef til dæmis verður slys í þeim þá komast það ekki neitt. Þegar að var eitthvað Héðinsfjarðargöngin voru 5 ára, 10 ára eitthvað og ég var fréttaristjóri reyndar með þér tíma og þá var það eitthvað blaðmanninn að hringja í íbúð bara blind sko. Og hverju þetta breytt fyrir þau sko. Og besta svarið var frá konu sem sagði að þetta er besta hrúðuská sem nú erum við vita sko. Að þegar bíllinn er allir í snjó að þá bara koma sinni í göngin og keyra þau og svo aftur tilbaka þá er snjóri farin af bílnum. Þetta er eins og skafa rúðurnar sko. Þannig að þetta er dýrasta rúðuskafa sem að getur. En talandi Héðinsfjarðargöng sko, einn fallegasta sem ég heyrði þegar við vorum að vígja í Héðinsfjarðargöng þegar ég var síðasta þingi og mikill mannfjöldi kom inn að það saman eða málsins samkvæmt og þá voru að rifja upp sögu af einu síðasta ábándum á bænum held ég með Vassenda í Héðinsfirði. Þetta var náttúrulega einast blettur landsins og og ein konan á þeim bænum sem var komin á 8 aldur það var farið með hann yfir á Siglufjörð á 11 heimili þar. Það var í fyrsta sinn sem hún kom út fyrir fjörðin. Já. Þetta er þessi gamla góð Íslandssaga. Þið minnið sko, það voru húsbændur, það voru bændur sem fóru í kaupstaðaferð. Konurnar voru eftir að geta búsa barna. Já. Ég er búin að lesa byggð þarna, þetta var alveg skelfilegt, þetta var svo snjóþungt að það var alveg hryllingur. Svakalega, ég er búin að ganga þarna bæði á sumri og vetri og snjóakistan er náttúrulega bara óbúðslega mikil á þessu slóðum. Þegar að maðurinn fór sko til Siglufjarðar yfir þetta mikla fjall og þetta er mjög sinnfarið og það og við erum brjálað. Hestskarðið sennilega. Og þá var hann að fara að kaupa eitthvað sko til heimilisins og konan og börnin heima og hann sá ekki húsið. Hann var að grafa sig niður á húsið þar sem að konan kurði með börnin í nokkra daga og nætur. Hann er þetta breytt. Svona var Héðinsfjörður og núna keyrum við bara þetta í gegn. Já. Er hvað er klukkan? Jú, þetta er að vera ég er að hleypa næsta dagskálið að. En það er sko lítið af sko innanlandsfréttum sem eitthvað sko kveður að í gangi núna, það er alltaf helst sko bara þessi mikli trúður í Washington sem sko er ófyrirséðasti stjórnmálamaður minnskosti þessar aldar. Hver? Donald Trump. Já, Donald Trump. Sem bara það fer eftir bara hvernig hann vaknar hvaða land hann leggur í rúst. Nei. Þetta er skelfileg staða sko. Og ég finn sko, ég veit ekki hvað aðstæð segir, en sko ég finn að ég fylgist nú ágætlega með erlendu fréttum líka og erlendu miðlum að mér finnst gæta ákveðinu svona frétta þreytu hvað varðar þennan mann vegna þess að sko hans gjörðir eru svo ófyrirsjáanlegar að sko bara þeir sem eru að vinna við frétti dagstæðlega þeir eru bara orðnir dálítið hvumsa og langleiðir á því hvernig þessi maður hagar sér og hvað hann lætur út úr sér. Hann var að fagna því að David Muller hefði dáið daginn. Hann var að fagna því. Já, þetta er náttúrulega búið að færa til mörkin í því sem er sagt og gert og öll viðmið hafa algjörlega breyst.
þetta tekur náttúrulega dálítið yfir íslenska frétti líka og viðbröð við því sem að Bandaríkjaforseti segir er hérna mjög gjarnan viðfangsefni íslenska frétta og heldur þar áfram. Svo náttúrulega bara þessi Evrópumál sem að hafa dálítið ítt öðru til hliðar og blessu verðbólgan og það er hérna... Já, reyndar er það alveg sko að ríkisstjórnin náttúrulega er ekkert að bregðast við. Nei, eftir að hafa boðað það að það væri að koma pakki og það væri alveg að koma pakki og aðgerðir og svo allt í einu heyrum við það núna að það sé ekkert á leiðin. Nei, það eru ríkisstjórnir í öðrum löndum ykkurum að hafa vegna olíukreppunar lækka álögur. En það getur haft þveruga áhrif. Það getur líka skapað þenslu. En þá erum við að borga þessa olíukreppu hvað sem erum að gera. Þetta kemur inn í sko efnahagsmálun hér. Ef ég þarf að koma í stígvél þá eru þau hærri, dýrari vegna hérna olíukreppunar. Við erum með óðbóðslega viðkvæmt sveiflukennt hagkerfi og höfum alltaf verið með og sko verðbólga hefur meðaltalið síðustu 40 ár verið 5%. Og stundum miklu hærri, stundum pínulítið lægri og sko verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5% sko því hefur varla verið náð svo heiti geti. Og einu sinni snertu við á síðustu 10-15 árum. Já, ég meina einu sinni. Snertilending. En sko, það má óðbóðslega lítið gerast í þessu samfélagi. Ef við til og með spyrjum hvað það verið í Noreg. Krónan þar er varin af stærsta sjóði jarðarinnar, sem er norski olíusjóður og sjóður sko, sem er held ég get ekki sagt töluna, $1 trilljón miljón dollarar. Hvað er mikið hvort þetta er bara alveg mjög mikið. Og sko vörnin að því er náttúrulega langt meiri heldur Seðlabanki Íslands getur nokkuð tíman haft uppi. En sko það hlýtur að þurfa að gera eitthvað. Seðlabankin eðlilega hefur þetta stjórntæki sem er að hækka vexti en það trúir því náttúrulega enginn að sko stýrivaxta hækkun Seðlabanki Íslands hafi eitthvað með olíuverð að gera eða áhrif olíuverðs á heimsmörkuðum að gera og sama tíma þá erum við farin að sjá raunlækkun fasteignaverðs. Það var aldrei fleiri fullbúnar íbúðir beðið tómar og seljast ekki bara yfir bara eitthvað áratuga skeið. Fjármagnskostnaður þeirra sem ætla að byggja fyrir okkur, hann náttúrulega rýkur upp samhliða þessu sem þýðir að við erum að horfa upp á bara algjört frost á íbúðamarkaði. Þarna er eitthvað ákveðnum vísbendingur það að Seðlabankinn hafa algjörlega yfirskotið út af því að fastegna markaðurinn hefur verið það sem hefur ítt hvað helst undir verðbólguna sem hefur verið á síðustu árum. Þannig að það er mjög svona skrítið og óvænt að heyra að ríkisstjórnin ætli bara ekki gera neitt til að bregðast við. Við ætlum að náttúrulega sína ríkt aðhald í ríkisfjármálum og koma ríkissjóði á réttan kjöl á næsta ári með... Já, en þetta er að skella á okkur. En sko þetta er bara búið að vera í gangi núna mörg misseri og ríkisfjármálin sko gott og vel að ná þeim undir kontról en það aftur mun ekki lækka olíuverð. Nei, við erum stjórnum ekki olíuverðinni. Nei, ég er að segja það. Þannig að það hlýtur að þurfa að grípa til einhverja annarra aðgerða. Já, af hálfu Seðlabankans. Já, af hálfu stjórnvalda að koma til móts við þá sem ekki geta, hvað maður að segja, þú hættir ekki að kaupa brauð og mjólk og nauðsynjavörur. Nei. Sko, af því að... En sko, launaþróun og launaskrið hefur verið allt og mikið hérna undanlennum árum og laun hafa verið hækkuð vel fram yfir sko verðbólgutölur. En síðustu kjarasamningar voru nú samt eiginlega gerðir eftir forskrift Seðlabanka. Já, en einhvers vegar hefur launaskrið verið sko upp á einhver 10%. Það satt hérna Þorsteinn Víglundsson fyrir félagsmálaráðherra og núna forstjóri og formaður samtaka Iðnaðarins og ég spurði hann bara, þetta er launaskrið og Halla Gunnarsdóttir væðnalega og það er ekki hjá fjöldanum sem hún er í forsvari fyrir, það er ekki. Nei. En svo spurði hann, en á skrifstofunni þinni, hvað eru margir starfsmenn á þinni skrifstofu sem að taka launsamkvæmt til launataksta? Ekki neinast. Nei. Hvar er þá launaskriðið? Hverjir eru sko ábyrgir fyrir því? Já, og hverjir gjalda þess? Samkvæmt tölum sko Seðlabankans hefur launaskrið verið langsamlega mest og eiginlega toppað alla hérna flokkana í efstu
launa tíundinni. Hún meiri þar heldur en samanlagt í öllum öðrum. Þannig að það sko ríkasta fólki sem ber mest úr bítum sem að leiða þetta launaskrið. Sem sko þá laun umfram það sem samið á hverjum tíma. En af hverju þá all umræðan sko kjarasamningana? Þegar það ekki tekjur þessa hóps sem eru undir í sko kjaraviðræðum. Það ekki verið að semja og hvað þá öryrkja sé stærsta breytan í þessum efnum? Ég held að síðast sem ég þáði laun samkvæmt launataxta hafi verið fyrsti mánuðurinn sem ég var á DFF árið 1987. Já, það getur vel passað. Svo þegar ég fekk útborga mánuðin eftir þá kom eitthvað sem heit bónus og ég skildi ekki inn, hvað það bónus? Það var bara komið yfirborgun sem ég baði ekki en ég átti eftir að byggja það margar sko. En við höfum gengið svolítið kvart þessar dyr sko. Já, ég er að segja það er sko fólki sem hefur engar áhyggjur sem ber bara talsverða sök á þessu. Já. Og hið opinbera líka og á síðustu frá 2015 hefur sko opinberu starfsmönnum fjölgað, ég vil bara segja allt of mikið og launakjör þeirra eru á par við það sem almennt þekkist á almennu markaði. Það er bara viðurkennt og viðurkennt mér þess í þingnefnd í morgun að svo væri komið og margir sko sem eru að keppa við ríkisstarfsmenn, ég nefni til dæmis verkfræðistofur, þar segja menn mér að þeir ekki lengur róð í opinbermarkaðinn þegar það kemur að sko launakjörum að því að viðbætist að vinnutíminn er miklu mannúðlegri, þú ert ekki að vinna á kvöldinu helgar og þar kemur líka vinnutíma styttingin, þú ert hættur að hádegi föstu og starfsöryggi langt meira. Þannig að hinn almenni markaður á bara í dag mjög erfitt með að keppa við ríkið. En þetta dæmið sem þú tókst, þeir hætti að hádegi föstudegi með sína yfirborgun og fara í búðinu að kaupa sér eitthvað og þar eru skjólstæðingar Höllu Gunnarsdóttur á strípuðum töxtum. Já. Vinna alveg sko. Og ég get bara nefnt dæmi af góðum vinum mínum sem var að hætta hjá einkafyrirtæki hér í borg og ráðast til vinnu hjá opinberu fyrirtæki. Laun hans hækkuðu 25%. Hvað segirðu? Laun hans hækkuðu 25%. Þetta er bara eitt dæmi. Já. Þannig að fólki sem er í sko neðstu tíundinni og jafnvel þar neðstu líka, það er ekki það sem er að þar er þenslan ekki að eiga sér stað. Nei. Og þetta er bara veruleiki, þetta er bara einföld tölfræði og hún er sláandi. En það er það sem það eru þessir hópar, það sem þessar sko vaxtahækkanir og aðgerðir sem að þrengja að því að þú komist inn á fasteignamarkað, þar býtur þetta náttúrulega fast. Já, sko, þetta náttúrulega býtur ekkert að þá sem er sko leiða launaþróuna. Nei. Þeir náttúrulega eiga auðvitað með að halda áfram sinni neyslu. Hvort sem það er hús, bílar eða matfara eða... Já, það er nýlega frétt bara af íslensku vefmiðlum, það sem eru að segja frá því að sko ásett verð að fasteign í Garðabæ hefði selst á sko 20 milljóna yfir ásettu verði á sama tíma og við sjáum fréttir af því að það var bara, það hefur ekki gerst í langan tíma að margar íbúðir í fjölbýlishúsum seljast sko undir ásettu verði. Þannig að þetta svona sýnir aðeins muninn á stöðunni og þannig að fyrst og fremst þessir rosalegu vextir lenda þar sko, fólkinu sem skuldar. Eðlilega, þannig virkar þetta, en það er einbýlishús í göttinu mínu sem er til sölu og það er bara 400 milljónir og við veitum alveg hvaða hópur kaupir þar en þetta er umhugsunarefni og þetta er líka ákveðið svona kæruleysi finnst mér vegna að við höfum aldrei, mjög sjaldan reiknað hag okkar í auknum kaupmætti. Við erum að velta fyrir okkur einhverjum allt öðrum tölum prósentuhækkunum eða krónutölumhækkunum eða einhverju álíka, en fyrir mig sem er búin að ala upp 6 börn og hef stundum haft óbóðslega lítið á milli handana og þetta geta keypt bleiur hvað þá annað sko, þá er kaupmátturinn í enda mánaðarins sem öllu skiptir það er bara að segja sér sjálft hvað fæ ég fyrir krónuna? Fæ ég 2 brauðið 1?
Maður heyri í búðinni svona við kassarna, sko. Já. Eitthvað segir bara, og þetta kostar 10.000. Fylla ykkur pókan. Akkurat. Já. Og sjaldan verið að mikill hagnaðar á rekstri þessara stóru matvörukeðja. Sem við svo eigum, sko. Ekki eitthvað lífeyrissjóðan okkar. Já, við eigum náttúrulega meira meina allt sem að... Já, sem það er veist. hérna. Og var ekki pilsa og gósi á bæjarins bestu komin í yfir 1.300 krónur? Jú, pæli í því. Og svo segir, svo ósmekklegur eigandinn það sem segir hérna að 50% fær í laun Já. á svona einföldur rekstri, sko. Og þau launin séu hann alltaf há. Hvað er það skilabúin að senda til starfsfólksins? Ég er ekki viss um að það séu greitt hæstu laun í landinu. Nei, ég held ekki. Ég veit ekkert um það. Nei. En ég bara mér finnst þetta svo ótrúlega að segja þetta, sko. Já. Svona gamli kapitalistar hefði ekki orðið þetta svona. Nei, kannski ekki. Nei. Já, það er ábyrgð á að fólki vinnu tala eitthvað þannig, sko, en ekki þetta er alltaf mikið sem þeir Jæja, heyrðu, það hérna líður á kvöldið. Já. Ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Já, takk fyrir mig. Gaman að koma. Aðalsteinn Gjartarsson og Sigmundur Ernir Rúnarsson, takk. Og við höldum áfram með dagskrán eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.